Já, góða kvöldið, kæra ánættur, við erum mætt á Suzuka, fjórða umferð, opnumdeildarinnar, fjórða umferð íslensku mótarraðarinnar í Gran Turismo. Hjá mér Jói Egils. Hvað segirðu, Jói, hvernig líst þér á þetta? Bara vel, það er alltaf gaman að vera komin á Suzuka. Já, alltaf, algjör snillt. Þetta þriðja keppnin á fjórum, það sem maður getur ringt. Já. Heldur það að komi loksins rigning? Ég vona það. Ég vona það líka. Ég vil sjá fullt af dansandi köllum og rigninga-emojum í spjallinu. Það virkar. Ég vissi það. Það var ekki einhvers sem sagði mér að maður ítir nógu ofta á like, þá fer að rigna. Akkurat. Heldur betur. Þannig að endilega látið þið rigni yfir okkur likeum. Já, það var. Það er svona aðeins spammanna í kvöld heldur en hefur verið. Já, algjörlega. Það er 21 ökumaður búin að taka þátt í opnumdeildinni hingað til á tímabilinu. Ennþá fleiri skráðir, en það eru bara 8 mættir á braut, eins og Já. Þannig það verður áhugavert að sjá hvað gerist. Við endilega láta ykkur vita líka hvernig hljóðið er, hvort það sé ekki bara tipp-topp. Algjörlega. Það er einhverjir í vandræðum að komast inn í lobby. Við vitum að Greta Gunn var í einhverjum vandræðum með það, þannig að það er einhverjum fleiri, þá endilega hendið við hérna inn í chati á YouTube-inu. Já, það spyrir hvort við þurfum að endurræsa ef hann kemst ekki inn aftur. Já. Þannig að enginn byrjar að spjalla í chatinu. Það eru kannski bara allir að horfa á leikinn, Jói. Ég veit ekki. Hann er búinn. Hann er búinn? Já. Okay. Segir eitthvað sem var klálega að horfa á leikinn. Hannes sem mætur í tjatið. Blessaður Hannes, kvöldið, allt tipp-topp. Þannig viljum við hafa það. Þannig ætlum við að hafa það. Mjög gott. Það var bara spurning, hvort það heyrist eitthvað frá Grétari bráð. Já, það er náttúrulega endurræsa. Já. Toppi mættur í chatið líka. Gefum honum smá stund til að komast inn. Yes. Hvernig heldur nú að það fari í kvöld? Já, þegar spurt er stórt. Já. Þegar stórt er spurt. Já, sko, náttúrulega Eva er búin að vera á siglingu. Hún mætti ekki fyrstu umferð. Hún er búin að taka clean slate fram með því. Eftir það, segi ég. Þannig að ég held að þú veist, það er allt með Evu. Hún er náttúrulega með svakalega reynslu í þessu samfélagi og á svona þannig séð kannski ekki beint heima í opnumdeildinni. Hefur verið að keyra í úrvalsdeild bara, já, mörg ár. Það er nú eitthvað verið að skoða regluverki með það, ekki? Jú, það er allt í skoðun. Og allar góðar hugmyndir vel þegnar. Nákvæmlega. Þetta betur. Þannig það er í skoðun, en opnumdeildin er allavega galopin eins og er. Já. Fyrir alla sem keppa ekki í lokuðum deildum. Já, eins og hann hefur alltaf verið. Þetta er svona eiginlega frekar nýtilkomið vandamál að reyndir ökumenn eru í opnumdeildinni og blanda sér við kannski þá nýju. Já. Eða vandamál, svona luxusvandamál. Já. Þetta ég kannski kalla. En hvað, er eitthvað að heyrast frá Grétari? Ekkert komið að þannig, hann er raskilega eitthvað hérna. Ok. Fyrst hann er ekki komin inn. Það finnst mér ólíklegt. Segir nú hérna, I'm out, kemst ekki inn í lobby, verður bara með næst. Ef að prófa að endurræsa. Fyrir hann. Dotti var þetta inn. Dotti dattur inn. Hvað segir þú? Já, við ekki að prófa að endurræsa. Já, ég held að. Leiðilegt að einhver nær ekki að vera með. Já. Þá erum við allavega búin að prófa allt. Já.
Hún er ekki búin að sjá skilabóðið samt. Ok. Hann er búinn að sjá það hérna. Já. Herri, Yes. ég prófa að endur þessa. Answer. Það var spurning, Ég held- kemur rigning? Það er spurningin. Það er spurning. Við erum allavega ekki að íta eitthvað svona óþarlega oft eftir því að komi rigning, en ég er ekkert að hata það að við þurfum að endur þessa lobby, svo sem. Nei. Nei. Ég er samt frekandilega að fá rigningu í keppninni sjálf. Jú, klárt. Ég var hérna með það playback. Svona, vorumst til þess að Gretar komist inn í þetta skipti. Yes. Hver er normaðurinn, spyr Hannes. Já, það er góð spurning. Hann er nú á vinarlistanum mínum. Ég man bara ekki hvort hann sé íslenskur. Ég minni að hann sé jafnvel íslendingur. En ég þori ekki að fara með hann. Sjáum hvað Gretar segir. Hvort það sé ennþá timeout. Hvort það var ekki í síðustu viku, þá voru við einhverjum vandræðum með þetta líka. Ok. Glemdur að hafa prívat lobby, segir hann. Nú. Já, þar satt ekki að vera. Bitu. Sjáum það ekki núna, held ég. Nei. Það verður þá bara að hafa það. En þetta hefur alltaf verið prívat hjá mér, þannig ég Akkurat. mjög skrítið að það ætti að vera að breytast núna. Hann er kannski að sjá það, sko. Hann hefur sennilega séð það á byrjunarsíðunni. Já. Svona fyrst hún. Já. En náttúrulega prívat lobby er náttúrulega komið upp það líka. Já. Sjá, nú vantar Sæma. Og eitthvað einn í viðbóti ekki. Já, Sæmi var inni, hann fer út. Já. Sjáum hvort hann detti ekki eftir inn. Vantar Sæma. Það er einhver að koma inn allavega. Sæmi. Sæmi. Já, þá er þetta bara þeir 8 sem eru mættir. Það þurfum bara að setja eina mínútna viðvörun á þetta. Já. Það ekki. Við erum með aðeins að skoða stillingarnar hérna þess. Ok. Það er gott. Jæja, nú er einhver að koma inn í það. Solid. Solid. Já, hann var með síðast. Hann var með síðast, það passar. Já. Það er hann hérna, hvað heitir hann? Birkir, minni mig. Hvort það sé ekki Birkir Rafn, já. Og mér sýnist Gunni ekki verið að komast til. Gretar. Já, Gretar. ætlaði ég að segja. Ég er ekki vissum að segja að þetta endur þessa aftur og aftur. Nei, því miður, við erum með stífa dagskrá hérna í kvöld. Önnur deild tekur við. Kalla. Svo er þetta bara stundum með bílinn bilaður en einhvern tilfell er að tölvan eitthvað að rugla í okkur. Stundum er það þannig. En ég er að pæla að byrja þetta. Þetta er bara alltaf dætt í gang. Allir eru komnir á braut, 9 ökumenn. Engin rigning. Engin rigning. Ekki ennþá. En það er alltaf að krossa fingur fyrir keppni sjálfsög. Þetta betur. Á sælina mættur, ég held að Siggi ætlaði að keyra. Já, Siggi Jóns, já. Já, hann er búinn að keyra síðustu 2. Já. En þá erum við mætt út á braut, það er Eva sem er langfyrst.
ætla klálega að reyna að nýta sér það. Það er spurning, er hægt að ná 6 hringjum hérna? Jú, já, 5 heitum. Já, er þetta ekki 4 heitir? Jú, ég held það, af því að ekki yfirleitt tíminn í kringum 2 mínútur, kannski eitthvað örlítið undir. Og þar sem við höfum 10 mínútur, það þyrfti alltaf ganga upp að þú ætlar að ná 5 heitum hringjum. Og svo er spurning hvort að dekkin hérna mikið yfir höfuð. Já. Það er hún svolítið dekkjabögull þessu braut. Já, klart mál. Við erum náttúrulega með S-in frægu. Já, slönguna eins og mér finnst skemmtilega að kalla hana. Slönguna, já. Það er þetta heldur gott nafn á hana. Já, og margar, já, svona, já, þessi, já, slangan og svo spoon curve sem að Eva fer að nálgast núna bráðum. Þetta eru beygjur sem að taka á dekkin. Svolítið þéttir hérna strákarnir, hérna annað, þriðja, fjóra. Já. En þeir eru sýnist mér að búa sér til bil. Binni hérna næstur eftir Evu. Pínu lítið laggjarna á Binna, en vonum að það var ekki verra en það er. Þetta er svona, Já, við vonum það. Ásættanlegt allavega eins og er. Já, það er alltaf verra þegar menn eru skoppandi út alla braut. Já. Þú þekkir það, lentið þú ekki í honum hann á Nordic Master? Jú. Hotel Wi-Fi gæðanum. Jú. Sælla minninga. Þá þurfti maður bara að loka augunum og þegar maður var að fara fram úr, sko. Líka við. Ég var að byrja hérna að hitta hring. Við höldum í hefðir og skellum okkur borðið henni. Ég geri það, kemur hérna inn í fyrstu beygina. Mína minnst uppáhaldsbeygju held ég bara í öllu leiknum. Ég held ég hvert einasta skipt sem ég hef keppt á þessari braut hafi ég gert mistök. Það er mjög auðvelt að fara út úr henni. Já, það mjög vill svo mikið reyna að maxima þessa hraðar sem kemur inn í hana. Já. Þannig að maður var að bremsa mikið og hratt. Svo kemur kröpp beygja þarna út úr henni, þannig að þetta er tricky beygja, en þegar maður er farin að ná henni, þá er hún alveg ákveðlega skemmtileg, sko. Algjörlega. Já, ég myndi segja að þessi fyrsti sektor sé bara með þeim svona mest tricky, já, í þessum leik líka. Þú ert náttúrulega með þess að, fyrstu beygju og svo slönguna sem að er rosalega tæknilegu kafli og já, auðvelt að gera mistök. Já, maður þarf svolítið flæðið í gegnum hana, sko, og ef maður er of mikið að reyna þá yfirleitt takk maður tíma. Ingi hérna mættur í spjallið, einn besta beygjan í leiknum. Já. Jú, það ekki. Yfirleitt er nú challenging hlutir skemmtilegir, það er rétt. Já. En ég bara einhvern veginn, það er eitthvað, ég næ ekki alveg að mastera hana. Nei. En hvað segir þú? Hverjum hefur trú á í kvöld, Jóni? Ég er náttúrulega svolítið basic maður, hann að hugsa Jón B. Hann var nú satt alveg á báðum áttum með að keppa í kvöld og svo kom bara basic-lið og hamraði hann inn. Svona keppnisþrýstingur, þáttöku pressa. Já, ég meina afsökunarnas væri eitthvað tussulegur, þannig að við bara tókum það ekki í mál. Nei, ok, það er fínt. Svona hópa ákvörðun. Já, en ég var með fastu slapp, Binni í öðru. Já, 2-0-1, hann er bara fínasti hringur, Dotti hérna, 2-0-3. Hann ána meiri inni hann, Dotti. 2-0-2, hoppar upp fyrir Dodda. Hver er hana? Hana, Heimir. Upp í fjórða, Dekka. Veldur sér í sjötta. Sæmi hérna, flottur, upp í þriðja. Já, flottur Sæmi. Heimir einmitt tók fyrsta sigurinn í fyrstu umferðinni en hefur síðan held ég verið út á sjó í umferð 2 og 3. En gaman að sjá hann aftur á braut. Já. Mikill hraði á honum Heimi. Hann var með tryggt sæti í fyrstu deild fyrir tímabilið en þurfti einmitt að gefa vegna vinnu. Já. En stundum er þetta bara þannig og þá er opna deildin bara svo sem ágætt. Já, og hann Heimir er líka mjög örlandi maður.
Já, heldur betur. Það er ekki smá vinningur sem að stórmeistarinn fær í ár. Já, en ef þið voru ekki búin að heyra það, þá er það 100.000 krónur fyrir Íslandsmeistara Gran Turismo samfélagsins. Stórmeistara. Mér finnst hann ætti að koma með hann í svona peningaboka. Í 500 köllum. Já, alveg svona Jóki Maðalund dæmi, sko. Það væri gaman, eða eitthvað svona stórt pappaspjald. Það væri líka með fyrir. Já, svona ávísun, svona ristur ávísun. Já, hver veit, hann alltaf að koma með nokkra hugmyndir hérna. Þið kannski lumað okkur hugmyndum áhorfendur. Nákvæmlega. En sjá, það nú aðeins að þykna yfir, ég veit ekki hvort það þýði eitthvað. Það var að koma þetta í línun aftur. Hún á nú meira inni held ég. Nei, bætti sig ekki. Og það var Binni sem var eftir henni. Hann er ekki að bæta sig. Dotti, hann bætti sig, fer upp á toppinn, 2.007. Já! Jón B, hann bætti sig upp í fjórða. Heimir hoppar upp fyrir hann. Er það ekki rétt sem að Dotti var einmitt með sigur í þólaksturinn? Líka? Jú. Afgerandi sigur alveg. Myndist þess. Já. Afgerandi sigur alveg. Hvort hann hafi komið í mark 5 hringjum á undan næsta manni, eitthvað svoleiðis. Já, ég held að það meira að verið 6 eða 7 sko. Já, ok. Að vísu valdi hann óvart vitlausa bíl. Hann sem sagt valdi ekki, hann átti að velja Group 1 típuna á bílum sem hann var á, en var ekki á Group 1 bílum. Já, það er málið, ok. Það útskýrir kannski. Það útskýrir þá kannski málið. Besta við það er samt að fattaði enginn fyrir en eftir keppnina okkar megin sko. Svo enda voru strákarnir í keppni bara hvaðan kemur sér það þessu bíl? Skildi ekkert í þessu. Það er þetta rosalega fyndið. Af því ekki að vera að æfa mikið fyrir þólastöðskeppnir. Nei, akkurat. Og að vera sko 5, 6 eða 7 hringjum á undan næsta í svona þólastöðskeppni er náttúrulega bara ég held að það sé nú ekkert eðlilegt með það sem voru líka að keyra með honum í keppninu sko. Nei, mitt. Það var mörg stórn upp. Já, Eva bæti sig ekki. En endilega, ef þið komið að fjöllum og vitið ekki hvað þólastöðsmótoröðin er, þá mæli ég með að fylgjast með á Facebook síðunni. Já, og skella sér í næstu keppni. Já, en hún verður, væntanlega á mánuði liðnum. En þá fer að líða síðustu hringjum hjá okkar ökumönnum. Já. Dotti með hraðasta hring, hann einnig mætti bara í fyrstu keppnina. Þetta væri stórgóður árangur ef hann myndi ná að næla sér í sigur jafnvel með þennan hring. Já. Nákvæmlega. Gaman að fá smá sjálfkjöfni þarna fyrir að neyfu. Algjörlega. Nú er Eva hérna með fjólubláan en bara 200.000. Sjá hvað hann gerir hérna í gegnum skeiðina. Þessi beygja er líka mjög trikki. Já. Það eru þolinmæðis beygjur á Suzuka. Sem líka kemur í svo leiðilegum halla svona niður. Þegar varst að reyna að beygja til vinstri þannig að það er auðvelt að missa hann. Og það er líka auðvelt að tapa tíma. Svo ef þú fer aðeins út á aðstöðtörfið þannig þá ertu bara lekur út af. Einmitt. En hún er á fjólubláum 0.67 var það ekki, sýndið mér? Jú. Hvað gerir hún eða? Það fer aðeins vítt á eipaksið. En neglir þetta, ekkert wheelspin út í beiginni, það er spurning. Nægir þetta
pól. Ekki sig alveg hægra meginn hérna við kantinn. Nei, Munar 0,70. 700.000. Já. Heldur betur tæft. Binni bara skellir sér í bit. Skellir sér pitt, ég ætla að henda stuttu. Það henda smá skilabóðum að Binna, hann er smá að lagga. Það er spurning hvort að ná að restarta á milli tímatöku og keppni. Já. Jón B bætir sig upp í 15. Til Heimir, hann bætir sig ekki. Það var að Deka Deka, bæti sig fyrir hann upp í bætir sig. 7. Sæmi, bætir sig upp fyrir Jón í 15. Þetta er tæft þarna, 4. til 7. Þá er það Björgvin Freyr sem kemur næst yfir línuna og svo sýnst mér þetta að vera solid þarna, er það ekki? Jú, það getur passað. Björgvin Freyr bætir sig ekki. Og solid með resingu. Það var þetta búið. Já. Hver veit, kannski er hann á okkur superring. Refsingasvæðið á þessari braut er ekki á skemmtilegum stað. Tapar miklum tíma á henni. Hálf sekunda er alveg sekunda hérna. Þá kemur Birgir hérna við markið. Hans keppni númer 2. Já. Það var því lokið. Það var því lokið. Þá fá ökumenn aðeins smá tíma til að anda. Og Binni mögulega tíma til að resetta Wi-Fi. Dotti og Eva greinilega í sérflokki hérna. Alveg 0,8 á undan þriðasætinu, Binna. Það er nú aðeins mjóra á munum. Það munur ekki nema 28 hundraðhlutum á milli Heimis og Sæma. Já, sæll. Já, og svo er bara, hvað er þetta ekki, 32? Nei, 22. 22 hundraðhlutanir í Jón B. Þeir eru bara þarna 0,1, 0,20, 0,1, 0,48, 0,1, 0,70. Heimir, Sæmi og Jón B. Þetta eru svona nokkur hol. Já. Hérna, fyrstu 2. Og þau eru náttúrulega úrvalsdeildar ökuþórar. Haldur betur. Og er að sýna það. En já, sjá hann Binni er farin úr lobbyinu, það passar. Og ætla ég bara að fara að stilla upp niður í keppni. Á meðan Binni resetar Wi-Fi-inu sínu. Við viljum nú helst losna við svona lag. Já. Á meðan við getum. Alltaf hann er gert tilraun til þess. Þá höfum við bara smá tíma til að fara ekstra vel yfir stillingarnar. Jú. Akkurat. Og engin rigning. Nei, Ég áttur að lóta inn í reysinu, sko. Látum okkur sjá hérna. Sjá hvað gerist. Það er alltaf að bongo blíða núna. Það kom nú nokkra spár hérna. Og áfram bongo. Hilli, hann, Eva, Heimir, Jón. Jóhann, Eva, Sæmi, Dotti. Hannes, Eva, Heimir, Jón B. Ég held að þetta verði Dotti, Eva, Jón B. Ég ætla að segja að Eva taki þetta. Já, ég held að Dotti sé bara á hotstreak eftir síðustu keppni. Það gæti alveg verið. Hann er að fótt þetta á réttum bíl núna þegar hann getur ekki valið annað en Kúrpi 3. Nei, nákvæmlega. Ég ætla að segja Eva, Dotti, Sæmi. Já. Ég trúi hann nú Sæma. Heyrðu, Binni er bara strax komin inn. Það eru góða fréttir.
Hallótt. Þá býð ég bara eftir að aukumenn fara á braut svo við getum stilt upp gridi. Og hann er búinn að senda mér þetta skilabóð að þetta sé betra. Það er flott. En já, við kannski spyrjum ykkur, kæru áhorfendur, hvað er ykkar uppáhalds beygja á Suzuka? Og hvað er þín uppáhalds beygja, Jói? Sko, ég ætla að segja annarkvort fyrsta beygja eða 130R. Já. Það er rosalega góð tilfinning þegar maður er 130 perfect. Sérstaklega í meðvindi. Já, svona þegar maður næri henni akkurat með alveg sem minnsti, með því að fara sem minnst af gjöfunni, þá er maður alveg, maður hlýnar líka mann. Það er rétt. En svo er fyrsta beygjan líka, þegar maður næri henni vel, þá var það svipið tilfinning. Má sjá, ég ætla að bara fara að stilla upp griddinu, það er allir komnir á braut. Sem er rauðina hérna að þú vill. Doddi, Eva, Binni, Heimir, Sæmi, Jón B, Deka, Björgvin og Solid. Já, það passar. Það ekki? Doddi, Eva, Binni, Heimir, Sæmi, Jón B, Deka, Björgvin og Solid. Það er rolling start. Já. Sæmi spyr hérna í loppið. Ég ætla bara að segja já. Það væri nú skemmtilegt að byrja með þessa hefða, að vera með svona eina surprise keppni með greidstarti fyrir Já, svona á tímabilinu, taka einhverja svona random keppni. Já. Það væri klálega eitthvað. Já. En já, þá séum við bara good luck. Have a good race. Og við förum að byrja þetta. Þetta eru 15 hringir og Suzuka getur ringt. Getur líka ekki ringt, en við vonum að það rigni. Já, ég lenti nú í því hérna í opnumdeildinni þegar ég var að keppa að þá ringdi tvisvar. Já, það var á Suzuka, alveg rétt. Já, það var á Suzuka. Ætli hafi ekki verið á 15 hringjum líka? Jú, örugglega. Og það byrjaði keppnin í rigningu, svo hætti að rigna og hérna og svo var ég nýbúinn að pitta og komið fram hjá pittinum og þá byrjaði að rigna aftur. Jesus. Þetta var ekki mín keppni. Það er ekki gott að byrja á soft heldur í rigningu. Nei. Hvað þá intermediates þegar það er þurft? Nei, ég er búinn að prófa því, þannig að ég mæla ekki með því. Þannig að þið getið farið til Jóa ef þið eru hrædd að prófa eitthvað skrítið stratt. En við erum að byrja þetta. Rúlla af stað á Suzuka. Allir á hörðudækjum, fyrir utan Solid í 9. sæti. Og Doddi leiðir fyrstu beygju með Evu fast á hæla sér. Og mér sýnist að vera svona aðeins að kíkja inn að verðu. En ekki alveg svo auðvelt að taka frá mér hérna fyrsta sektor. Annars byrjar þetta bara nokkuð rólega. Já, Binni að sanna út af... Nei. Og ég gleymdi að setja markir á startið. Við fáum það bara markir á Binna í staðinn. Jep. Það var ekki mikið að gerast í startinu, þannig að það slapp til. Já, rolling start er svona yfirleitt frekar yfir. Já. Og Jón B þarna aðeins að siksaka undir brunni. Og þarna Solid út í vegg. Kannski fáum replay af þessu frekar að Binna. Já. Það lúkaði skemmtilegra. Fyrir okkur en ekki Solid. Björgvin hérna nálgast Deka, tekur inn á verðina. Nei, gefur þetta eftir. Heimir fyrir það vítt út á Astro-törfið. Ætla að missa ekki einhver 2-3 sæti við það. Sæmi fram úr, Jón B fram úr, Deka líka. Og Björgvin. Þetta var dýrt.
Það er bara dýrt að gera mistöku í þessum hlut. Já, mjög dýrt á köldum hörðum dekkjum á fyrsta hring. Þetta verður. Sjá þeir fara hérna vítt, 2 Deka og Björgvin. Úff, Heimir hann á utaverðinni. Fallegt Á move. innaverðinni. Kannski fá að replaya þessu. Staðan á topnum, Doddi er að skilta sig aðeins frá. Þau byrjuðu bæði á hörðudekjunum, Sæmi líka. Jóbi á hörðum. Sýnist allir byrja á hörðum, nema Solid, hann byrjaði á miðjum. Já. Ég var búinn að byggja gott bíl niður í Sæma, það eru 3 sekundur. Já, er að myndast svona bil eins og var í tímatökunum. Já. Já, Jón B. aðeins búinn að saksa niður bilið í Sæma. Já. Eftir að hafa skrekast smá á fyrsta hring. Já, ég er ekki að segja það að Jón B. sé eitthvað tussulegur. Nei. Hann alltaf hann náði að halda sér fyrir framan Deka áðan. Og skemmtilegt að flestir eru hérna með bleiku slöfuna. Já, það er mjög skemmtilegt og bara, já, manni hlýnar hjartarætur þegar menn setja svona flott málefni á bílana sína. Já. Deka að gera flotta hluti hérna í 5. sætinu. Mér langar bara að gefa shoutout líka á hann Agnar Einars sem að er svona forsprakki þessara hönnunar. Hann var með gulan september og hefur verið með Mottumars líka í gegnum tíðina og svo núna bleikan oktober. Já. Og hann ætlar sem sagt að setja decals inn á newsfeed hjá sér í GT7. Þannig að hver sem getur runni sótt til hans og smelt á bílinn. Þetta verður. Reikla vel gert. Já, mjög flottur drengur. Sjá, Jón B. tekur hérna aðeins betur línu í gegnum fyrstu beygju. Græðir einhverja hálfa sekundu. En svo er maður bara svolítið fastur í lest hérna í slöngunni. Já, þetta er nefnilega, þó að sé svona langur beitkafli, þá er erfitt að taka fram úr þetta. Já. Af því að eins og í gegnum 130R, það er rosalega erfitt að elta næsta bíl þar í gegn. Og ef þú nærð ekki að elta næsta bíl þar í gegn, þá nærð honum ekki að beinakaflum. Í flestum tilfellum. Já, þannig að hvað? Svona besti framúrakstursstaðurinn, já, maður getur tekið framúr hérna í hairpinni. Já, í hairpin-beygju. Þetta er eiginlega hairpin-beygjan og svo fyrsta beygjan. Já, en þá þarf eiginlega einhver að gera mistök annarkvort út úr degnibeyjunum fyrir hairpin eða út úr casino hlutanum. Já. Nei, Solid að spinna hérna aftur. Nei. Hann er nú bara nýbyrjaður að keyra, held ég. Já, hann er nýbyrjaður að keyra en kom með helviti fínt setup samt. Já. Postaði minni mig í grúpuna daginn. Já, og það ekki. Hvort hann hafi ekki bara keypt allt á Fanatec síðunni. Akkurat. En það er bara mjög spennandi. Og það er bara ein leið að það er upp. Já, Doddi hérna á fastest lap. Hér á fjólublöðum. Já, komið 2,5. Deka búinn að ná hérna Jón B. Sérst að komin í skotti á honum. Heimir það bara strax eftir. Þetta eru bara þessi 2 hópar í tímatökum. Þannig að skipta sér upp. Doddi situr hraðasta hring, tekur hann að yfir. Yes. Keflar hérna með komment, ekkert lestakerfi á Íslandi, bara bílalest. Nákvæmlega. Já. Tengja örugglega margir vel við það.
En það er nú að fara að koma eitthvað borgarlína, Jói. Já, hvað er ekki búið að vera að tala um það eitthvað í einhver 10 ára eða eitthvað? Jú, vissulega. Já, við skulum kannski ekkert fara að tala um einhverjar almenningssamgöngur hérna. Það var komin út í eitthvað fíasko. En sjáum Heimir hérna mjög nólt eitthvað. Báðir á Mercedes, 2 Nismoar fyrir fram að þá. Það er svolítið flott view hérna út úr baksinnis. Já. Afturrúðuna. Svo skemmtilegt, þetta er ekki á öllum bílum sko. Þetta er á Nissanum og Bensanum. Og það eru náttúrulega flestir á Nissan eða Benz. Þannig að við getum bara að nota þess. Já. Við erum ekkert að hata þetta. Nei. Jón B. aðeins búinn að missa Sæma frá sér. Sæmi er búinn að finna einhvern hitta eða Jón búinn að gera einhver mistök. Heimir rosalega ná að dekka núna. Inn í 130R, það er kemur skítu á loftið. En dekka fer vítt. Aðeins vítt. Það tapar ekki miklu á sig, en maður tapar á sig. Já, og svo fær maður skítu dekka, maður fer með öll hjólinn vítt, en við síndist að ná að halda 2 inn á. Að einhverju leyti. En jú, maður getur í rauninni haldið gjöfinni bara í botni og farið út á þetta græna. Já, nú er Heimir með gott rátt að dekka. Það er hann að stinga sér inn á innanverðina. Sýnist það. Úff. Nei. Smá nudd. En plássið var þarna. Já. En þá er dekka með innanverðina hérna inn í sluguna. En Heimir klárar þetta verður vel gert. Loka pínu á hann þarna. En svona. Já. Smá lókun kannski, smá röpping. Já. Jón B. græðir á þessu slagi á þeim, en aðeins fer hann að sækja á Sæma aftur. Já, komið undir sekunduna. Ennit. 2 niður í Heimi. Nú er Heimir komin í ferskt loft samt, þannig að hann finnir hvort að hann fara að gera allu að Jóni B. bráðum. Sjáum það að taka spún. Sæmi tekur þetta vel, opnar beygina. Hann er betra raunni. Já, þó. Nei, Jón B. náði betra raunni á það. Hann ætlaði að taka á honum. Þarna jókst það í smá. Nú, já. Kannski hafa bara náð nákvæmlega eins raunni. Já, Jón hefur kannski mist af gír. Já, kannski. Kannski er hann eitthvað smá tussulegur. Já. Eftir allt saman. Nei, og Heimir með refsingu, sekundi. Nei, sekunda er refsingu. Það er spurning hvað hefur gerst. Dekka er hérna 2 sekundum fyrir aftan hann. Já, hann hefur sennilega farið, það sé alltaf ég náðum einhverju í ríflega hérna. Já, Sennilega farið vítt í 130R. Nei, hann sker. Nei, herri, ég náði ekki rífilega þessu, þetta er sama og vorum að horfa á það. Já. Þetta er flottu framúrakstur samt, hjá Heimi. Já. Allt til að sjá hann aftur. Það sér það, Heimir er komin í sekundi fyrir aftan hann. Já, sæll. Og er á fjólblöðum. Nú er Jón B. nálægt Sæma aftur. Báðir á Nissan. Og svo er spurningin, nær dekka 2,7. Þeir var allavega komin í slag aftur þegar Heimir tekur út refsinguna. Já, þó 3 sekundur. Hvað? Já, hann er með sekundi í refsingu sem er alveg 2
Já, það er svo mikið. Já, þetta er nefnilega Já. hérna á beinakaflanum. Já. Þess vegna hefur hann verið að spýta svona í. Já. Hann er bara komin í slipin hjá Jóni hérna. En því miður. Sekunda dýr alveg eins og á síðustu braut. Fuji. Já, Dekka er komin svolítið vel á eftir honum. Hann tekur af honum hérna á sekundu. 1,5. Heimir og Dekar að fara svolítið illa með bensíni sitt. Þeir einu sem eru komnir á ljósið. Já. En Jón B. sýnist Jón mér að B. vera að fara skellir sig í pit. Á Jón B. fyrir inn í pit með mesta bensín. Heimir líka. Dekka líka. Binni. Það er spurning. Nær Jón B. einhver öndurkott á Sæma. Það gæti alveg vel gerst. Og Doddi, Eva og Sæmi, þau halda áfram. Já. Undercuttið er sterkt á þessari braut. Já, mjög sterkt. Mjög sterkt. Það er spurning hvort að Eva gæti mögulega nýtt sér það. Björgvin Freyr hérna, ég hlýt nú að vera að sjá okkur að vitleysu hérna. Með fjúlum upp í 6. Nú? Það getur ekki verið. Já, eins og ég segi, þetta hlýtur að vera eitthvað vitleysa. Líka laps er meining 0. Það er nú ekki. Já, það er rétt. Þetta er eitthvað nýtt kliss. Við erum alltaf að finna ykkur hérna, einhverja nýja bugga í Gran Turismo. Þetta betur. Jæja. Já, nú er ég mjög spenntur hvað Sæmi gera þessu hring. Hvort það fara inn eða ekki. Já. Svo hvað Jón B. kemur langt á undan heim út. Já. Já, Heimir tekur svona rosalega mikið bensín. Já, Jón átti náttúrulega mun betra bensín og þurfti að taka þá minna bensín líka. Já, þannig að þetta er svona tvöfaldur ávinningur. Já. En þeir hafa væntanlega bara tekið þar sem að leikurinn mældi með þeirra akstur. Ég held að Nissan sé líka betri á bensín en aðeins verri á dekkin heldur en eins og bensín. Einmitt, verri á framtekkin. Já, þannig að þetta kannski jafnast út svona þegar líður á. En 8 sekúndur samt, það er mjög góður ávinningur. Já, ríkala góður ávinningur. Og svo er bara spurningin, Doddi fyrir inn. Eva, hún fyrir inn. Sæmi, hvað gerir hann? Hann hlýtur nú að fara inn líka. Já, hlýtur að svo lítið eftir liðsvæla. Já. Björgvin Freyr með fjúlum upp í 6. Hann ætla kannski bara að kæra til loka. Hann var nú einhvern tíma að kalla þér Björgvin no stop. Þegar hann keyrði hérna á Subaru BR-setunni. Var einmitt að fjúlmappa. Hann heldur áfram. Hann heldur áfram. En ætla að vera ekki að stoppa á endanum. Já, hann á ekki mikið bensín allavega. Heyrðu, kemur hérna út rétt fyrir aftan Evu og Dodda. Og það er ekki mikið bil á milli Evu og Dodda heldur. Nei. Eva þurfti að taka svolítið minna bensín. Já. Og heppir að koma ekki út fyrir aftan Björgvin. Já. Hann hefði stórt tapað á því. Heldur við þurr. Og sjáum Jón B. er komin á undan Sæma. Og í 4. sæti. Það munar rétt tæpum 2 sekúndum aðeins núna. En þá er spurningin, er Eva að halda sér í draftunni hjá Dodda? Doddi er búinn að sýna mjög mikið hraða á Porschunum. Já. Bjóst nú við að sjá hann á Lambo en. Já. Var hann á Lambo í fyrstu umferð? Já, það er ekki. Hann hefur alltaf verið með eitthvað smá dáleiti á þessu Lambo. Hann hefur alltaf viljað taka hana en Maggi hefur vist alltaf bannað hann á það. Já, ok, já. En allavega í opnið, þá getur maður að prófa hvaða bíla sem er. Nákvæmlega. Þannig að það er kosturinn. Hann er ekki fastur á Lambónum, það sem eftir er tímabils. Sem er líka mjög þægilegt, þá getur maður líka bara prófa hinn á þessa bíla og svona hvað maður fílar. Nákvæmlega, og bara, já, einmitt frábært fyrir þá sem eru nýju deildinni. Já, ég held að ég hef ekki tekið 2 keppnir á sama bíl þegar ég tók hann að fulla tímabili í opnið. Já, einmitt. Og tók fyrsta sigurinn á Alfa Romeo 4C af öllum bílum, sko. Já, í Q3.
Það er gaman. Já, í dag hefði ég örugglega aldrei valið hann, sko, en þarna vissi ég bara ekki betur. Ég var hérna, saxar aðeins á hann. Björgvin heldur áfram. Betur, var hann ekki að vera bensínlaus eða? Hvernig var það? Jú. Algjörlega. Það er bara spurning hvort það sé að prófa eitthvað nýtt strat. Ég held að hljóta að vera með fuel upp í 6. Já, það sé, farir ekki í 9 hringi á þessum bens. Það sé að vera með eitthvað fuel map í gangi. Nei. Ef að þóttu væri með fuel upp í 6, þá myndur ekki ná 15 hringjum. Þóttu væri með allan tíman. Jón B. hérna komin í hálfa sekundun aftur. Ef að mjög tæp hana út úr Degnir og þetta er kannski að hendi replay á þessu. Já. Nú kemur Jón B. hérna hratt. Fyrir hefninni. Já, þetta er á Björgvin, já. Já, þetta er á Björgvin, já. En hann er komin í 3. sæti. Já, vel gert. Mikilvægt að komast fram á Björgvinni sem fyrst. Af því Sæmi er hann fyrir aftan. Vofir yfir. Betur. Þetta var ef á það ekki. Jú, Degnir 2. Þetta var svona pínu Colt Brown. Samt á fjólbláða með 0.6. Ennþá. Það er spurningi á Heimir kom með hraðastaring. Ætli ég sé ekki að fara að taka það á honum núna. Colt. Yellow Brown. Leiðilegt þegar kameran er á síðustu beygju. Þá eru þið svo löngu farnir úr myndaður og breytir sjónarhorn. Já, það er rétt. En ég minnir að það hafi verið takk til að skipta útsendingar sjónarhorn. Já, það var eitthvað að segja mér það dag. Nú man ég ekki hvaða takkið það var. Ef einhver mannaði í spjallinu, endilega hendi í spjallinu, þannig að við getum... Við erum með listan fyrir frammi. Það sjá. Getur það verið G? Já. Það ekki? Jú, það passar. Sko. Kekja. Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt. Þetta betur. Já, Jón B. komin í 2,4 tæpar á Sæma. Smá barata hérna á milli Dega og Binna. Sýnist Binni ennþá vera að lagga svolítið. Þó ekki alveg eins illa og hótelstjórinn. Nei. Nei, og Dega. Sjáum þetta í beinni. Æj. Menn er bara að resetta ára braut. Það er spurning hvort að eitthvað hafi dottur úr sambandi. Heyrðu, og Heimir kominn fyrir aftan Sæma. Sæmi hefur gert ykkur mistök. Já, komið upp í 5,4. Já. Ég er nú með replay. Núna þegar Dega... Já, kannski prófum að kíka á Sæma bara í sömu klippu. Nei. Heimir er búinn að ná honum þarna, sýnist mér. Já, hérna, hann fer út af. Já, beti, ég er með útsendinguna bara langt á eftir hérna. Já, ég var á Heimi þegar ég fór fyrsta replayið. Og svo bara akkurat náðu við þegar hann er bara út af. Já, hann fer út af í fyrstu Degnir. Já. Kemur og heitur inn eða eitthvað. Heimir að koma hratt hérna. Heimir á verri dekki samt. Sæmi er búinn að nostra svolítið dekkin. Fór líka ring lengra. Já, það passar. Vá. Hann er heldur betur búinn að minnka bilið í Sæma.
þá 1 sekúnda á milli Dodda og Evu á topnum. Við höldum áfram að fylgjast með Heimir og Sæma. Þetta er svona aðalbaráttan á braut. Já. Er eitthvað að gerast aftar? Nei. Binni er þarna í auðum sjó. Hvað Heimir gerir magna hvað hægt að taka mismunandi línur í gegnum skeiðina. Þessi geta ekki geggjaður. Já, hann er góður sko. Svo það sagði Sári. Sjá Heimir fyrir það ítt. Kemur aftur inn á miskýttu dekk. Þeir eru búin að taka sekúndu af Jóni. Já, það er svoleiðis. Já, komið í 4 sekúndur. Jón á líka slæmum dekkjum og Heimir. Já. Það er staðan á topnum. Er eitthvað að gerast? Já, bilið er í svona 1,2. Þau eru hérna að hringa solid. Já, ég var einmitt spá okkur að það væri 3 þarna. Já. Bara að horfa á mínumófi. Solid hérna spinnar bara beint fyrir fram að Dodda. Það er spurning hvort að þetta hafi eitthvað haft að segja, ekki það mikið. 0,2 sekúndur kannski, mögulega. Þetta hefur nú ekkert endilega endað vel. Þetta hefur verið stað að sloppið vel. Slapp til. Sýnist Sæmi vera búinn að negla niður gott pace. Nú var það gul flögg. Hvað var það? Það er solid, hann var aftur í kasínokaflanum. Já. Sýnist að vera að hleypa Jóni bara hérna fram úr. Já, keppnin er bara að vera búinn. Þetta leið hratt maður. Já, 2 hringir. Já, 3 hringir eftir núna. Já. Og tæpa 3 sekúndur frá Sæma í Jón. Já. Ég og Doddi eru búin að vera hérna saman bara eins og sígastýpurar. Já, Doddi náði að stinga aðeins af í fyrsta stundi. Já. En ekkert eitthvað mikið meira, kannski 2-3 sekúndur. Svo nær Eva honum út úr pit. Já, nánast. Og svo er bara bilið búið að haldast í rétt rúmri sekundu síðan þá. Já, ég var búin að vera að fara betur með bensín. Ég þurfti að taka minna bensín í pitinu bána. Já, mikið rétt. En ef þetta fer svona, þá heldur Jón B ennþá topnum í deildinni. Já. Fer þá úr 7 stiga fórustu niður í 5 stiga fórustu, 4 stiga fórustu, þar sem að Eva er með hraðasta hring. Já, og Doddi myndi hoppa rækilega upp listan með sigri. Það er nokkuð ljóst. Hefjum næst síðasta hring. Sæmi komin undir 3 sekúndur fyrir aftan Jón.
Og Heimir sýnist mér hengur ennþá í honum með þó nokkuð verið dekk samt. Herri, já, svo er Danni með komment. Ef þú heldur hún í þrýðning þá summaru held ég á bíla. Já, alveg. Já, Já. þetta er svona summað inn. Danni er náttúrulega fyrirverandi útsendingameistari. Já, er einhver takki á lyklaborðum sem gerir þetta? Það er góð spurning. Jæja, Doddi verið stella að sigla þessu heim, komið í 2 sekundur. Já, það rist vera. Hann er líka aðeins betra á framtakinu heldur en Eva. Ég var aðeins betra afturtak. Hann hugsaði sér betra að vera með betri framtak á þessari braut. Já, það er alveg klart mál með fjöldan allan beigjum. Já. 18 beigjur í heldina. Svo er kannski rétt að koma inn á það er náttúrulega breytingar í stjórninni. Doddi Já. og Maggi að hætta. Doddi hérna sem við sjáum á skjánum. Það er ekki við hæfi að þakka fyrir starf sitt og Klálega þeir eru búin að leggja mikið í hérna samfélagið. heldur betur. Margir tímar sem þeir hafa varið í að skipuleggja og plana og Heldur betur. Utanumhald. Og lokahófið þarna síðast maður, stjórnar gott. já, bara lokahófana myndi ég segja. Já, Ég held ég að bara aldrei fikið jafn góða steik sko. það er mjög góð. Þannig að við þakkum þeim kærlega fyrir. Vonumst til þess að sjá þá bara oft á mörgum sinnum á braut. Heldur betur. En þá höfum við síðasta hringinn. Nice. Doddi er svona nokkurn veginn búið. Það þarf eitthvað mikið að gerast allavega ef að Doddi ætlar að missa þennan sigur úr greipum sér. Heldur betur. Og svona nokkuð jöfn bíl þar fyrir aftan. Það eru 20 sekundur hérna á milli Evu og Jón B. Já, mikilvæg úrslit fyrir Jón B. Það hefði nú verið hérna skellur ef hann hefði ekki mætt. Akkurat. Það eru 18 stig út úr gluggann. Þannig að það má réttlæta liðspressuna með því. Og þetta er náttúrulega sigur á réttum bíl líka. Þú má ekki glemma því. Já. Ég held að fá þau seint að glemma þessu, eins og ég með intermediate stækin. Nei, nákvæmlega. Það eru nokkur svona legendary mistök sem að menn gera. Já, hvað var þetta ekki bara bráðum fyrir 2 árum síðan sem þú settir þessi intermediate stækastir? Það var fyrsta keppni í fyrstu deildinni hjá mér. Já, mitt. Jú, hvort það, jú. Það er... Nei, það er árið síðan. Ár síðan. Já. Það var síðasta vetrardýmbili. Já. Fyrstu keppni og síðasta vetrardýmbili. Þannig að það var rúmlega ár. En sjáum hérna að Dodda kemur út úr Casino. Tekur sem fyrsta sigur í opnudeildinni. Eftir 2 keppna pásu, vel gert. Eva kemur hérna við markið í öðru. Saxar fórustuna á Jón B. Sem að kemur hérna í markið 3. sæti. Já, búin að auka bíla þessi í Sæma aftur. Já. Hvernig hvort það var gert einhver mistök. Og Heimir hérna að ná Sæma. Já. Jón B kemur hérna í línuna. Sæmi 4. Heimir í 5. Inni 7. Deka í 7. Finnur sér tíma sem hann er búin að vera að setja hérna. Bara svipað á stakandi fyrir ofan. Algjörlega, hann er bara búin að vera opinn nokkuð spinn. Já. Hefði hæglega geta endað ofar. Björgvin Freyr hérna með fjúlmappið sitt á gufunni.
Já. Hann í ykkur fuel testi fyrir komandi keppnir, ég veit ekki. Hann kannski segir okkur meira í post-race ræðinum. Akkurat. Sem að verður inn á Facebook-grúpunni að sjálfsögðu. Og hann bensinlaus. Já. Það gekk næstu því upp. Það gekk næstu því upp. Og svo hérna Birkir í 9. sæti. Já. Og þar höfum við það. Yes, sir. 4. umferð opndeildarinnar lokið. Þó nokkuð færri ökumenn en við erum vanir. Yfirleitt höfum við þurft að vísa mönnum frá. Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að segja yfirleitt, en við lentum við í einu. Já, nei. Einu sinni. Yfirleitt einu sinni. Já. Þannig sjáum hérna Dotti í fyrsta, Eva í öðru og Jón B í 3. Tímandir hjá Eva og Dotta eru bara nánast á pari. Þannig að fastið lapp. Já. Þannig að þetta eru skemmtilegt bara það. Nokkrir þúsundustu hérna á milli þeirra. Já. En já, þá förum við bara að segja þetta gott. Þetta var bara ágætis keppni. Aðeins rólegri en hefur verið. Birkir hefur gleymt að taka hardtakin. Já. Fær hérna mínútu í sekt. Já. Það þýðir því miður að það er hérna, hann er úr leik, verður disqualified. Það þarf að taka hörðudekkin til að vera hérna classified. Yes. Skildu dekk. En maður gleymi því bara einu sinni. Nákvæmlega. Það kemur það bara næst. Annars erum við í opnudeildinni í boði í nokkra styrktaraðila. Það er Autocenter, Kaldi og Gullfiskur sem er að sponsa okkur. Með verðlum á topp 3 í opnudeildinni. Þannig að við þökkum þeir kærlega fyrir, þökkum ykkur áhorfendur líka fyrir. Vera með okkur. Við sjáumst bara eftir örstutt á stund. Svo ekki fara langt. Nei, sá er það önnudeildin. Já, nákvæmlega. Það er að detta inn hérna Drive of the Day. Já, við kannski fyrir með það. Já, það kemur kannski ekki óvart. Liðsfélagar Jóns B. Já, ég var ekki sem að sjá það. En jú, klálega. Hilmar hérna reyndar að svíkja leitt. Ég veit svo sem ég hvort sé Hilmar Bísik eða Hilmar hérna Kraftey. Hann segir Björgvin Drive of the Day. Fyrir sitt fuel. Já. Stratt. Og mér sýnist Jón B samt vera með þetta. Með stuðning frá liðsfélagum. Já. Það er gaman að vita að það eru lið sem eru þétt. En mikill vinskapur sem að myndast á milli manna náttúrulega í þessu samfélagi. Og það er það sem við viljum sjá. Nákvæmlega. Þá er það gaman eins og hérna hvað GTC segir. Já, klárt mál. Miklu meira gaman, miklu minna leiðilegt. Þannig viljum við hafa. Takk fyrir að horfa. Sjáum þetta smá. Takk fyrir.